stendur náttúrulega S fyrir? Eins og 240 kV ampere. Það sýndarafl. Sýndarafl, já. S-ið sýndarafl og þriggja þessar rafalið hann merktur 240 kV sýndaraflið. Spennan 220/380 volt og tíðnin 50 rið. Hvernig á að tengja rafalann ef hann á að skila 220 volta spennu? Og þá þurfum við að tengja hann í þríhyrningstengingu til þess að gefa 220 volta spennu. Hver snúningshraði rafalans miðað við að hann hefur 4 pól pör? Þá þurfum við að reikna út frá formúlunni tíðnin sem 60 deilt með pólparafjöldanum og það sagt hérna 4 pól pör. Þá segjum við að sambandsnúningshraðinn, eða NS snúningshraðinn 60 sem tíðnin 50 Hz deilt með 4 pólpörum og hann þarf að snúast 750 snúninga á mínútu. Og í C-lið, ef tíðni spennuna 5% lægri en kjölgildi, hver þá snúningshraðinn? Og 5% lægri, þá getum við hvað þýðir tíðni. Það væri þá 47,5 Hz, það segir við 0,95, drögum það frá þetta 5% frá 1 eða 5% frá 100 og breytist það í hlutfallstölu 0,95 sinnum 50 Hz og þá fáum við 47,5 Hz og þá myndi hann vera, snúningshraðinn myndi vera þá 60 sinnum 47,5 Hz deilt með 4 pólpörum eða 712,5 snúninga á mínútu. Síðan D-liðnum, hver mástraumur rafalans miðað við 220 volt? Og þá finnum við hvað var gefið, S-ið, það reiknum við út frá því, notum formúluna fyrir S, það 240 kV og við deilum með róteinarþref og spennunni, 220 volta spennu. Og þá því fáum við 629,8 ampere. Síðan spurt hérna í E, hve miklu afli skilar rafalinn á net meðan við afstöðu sé 0,76. Og þá notum við strauminn sem við vorum að reikna, segjum róteinarþrefur sem spennan 220 volt, straumurinn 629,8 sinnum 0,76, það cos-phi, raunafstöðin eða afstöð og þá fáum við raunaflið 182,4 kW. Ég ætla kannski bara það aðeins að renna yfir restina af þessu í upptökunni og síðan þegar það er lítið eftir að tímanum og síðan getum við skoðað lausnina hérna, þannig að hérna til dæmis dæmi 22, það Hraunáreyjafossvirkjun. Förum við og reiknum út hve mikið straum hver rafal gefur af sér og við reiknum það út frá sýndaraflinu sem hver rafal með og spennan hérna 13,8 kV, 13,8 volt og deilum því og róteinarþrefur upp í sýndaraflið sem 81,5 megavolt.
og þá hérna 3,4 þúsund ampere, mikið straum. Heildaraflið skrifnar reiknað með afstöðu 0,8 og þá erum við að finna raunaflið P og við erum með 3 raða, þess vegna markvöldum við 3 hérna. Og þá markvöldum við rótina 3 sinnum spenna 13,8 kV eða 13.800 volt sinnum 3400 ampere sinnum 0,8 sem raunaflið, þá var 195 megavött raunafl. Svo komum til launavinduvirkjunum fram með það, hérna afstöðu. Og þá þurfum við í rauninni bara að breyta þessu í gráður. Raunaflið við 0,8 í gráður, 36,87 gráður og finna svo sínusinn af hotninu sem 0,6. Og þegar við vitum hérna sýndaraflið eða við vitum hérna spennu og straumi og þurfum að sínus frá hotninu, þá getum við reiknað út launaflið. Þannig að í B af hverju segirðu, þú veist, til að reikna heildaraflið, af hverju er það 3 sinnum 3 raðar. Já. Það segir hérna, það er 3 Já. Ok. Það er að beða heildarafl virkjunar hérna. Þess vegna markvöldum við 3. Góð spurning. Og síðan var snúningshraðinn hérna reiknaður. Og kannski reynum við bara aðeins lengra yfir þetta á þess að þið náðu að reikna þetta sjálfur á þessum hrað. Þá reynið bara við þetta og síðan verður upptakan á YouTube. Svo ég ætla bara rétt að klára að sýna lausnina á þessu í upptökunum. Það er spurt hve mörg pólpör hafa raflagnir ef það snúast 300 snúning á mínútu. Þá finnum við með því að snúa formúlunni þannig að einangrun P, sem sagt pólpöra hluta, þá er það 60 sinnum 50 deilt með 300 snúning á mínútu sem er snúningshraði raflans og við fáum að það er 10 pólpör. Og þetta strauminn í einum rafala með 45 megawatt lestum og afstöðu 0,72 og þá reiknum við strauminn með þessum hætti deilum sem að spennan er áfram 13,8 kW og hérna setjum við pós B og ekki leinar á þennan hreyfing. Hvert er sýndarafl rafalans í síðasta lið þá sýndar formáðan hreyfur sinnum spenna sinnum strauminn. Ég var á því. Lefst. Og þá fáum við 60,5 megavolt ampere sýndarafl. Síðan launaflið. Þá finnum við það út frá við breytum raunafstöðunum 0,75 í gráður og tókum við sínusinn á hotninu. Nú notum sínusinn af hotninu til þess að margfalda spennuna á strauminn og rótana strauminn. Þá fáum við launaflið 43,4 megavolt ampere reaktív. Litla R-ið hérna stendur fyrir óvirkt afl. Svo við segja með sko megavör ef við talaðum þetta. Ok, síðan að afleftur á myndinni, bara það. Hérna höfum við það. Sýndaraflið, 62,5 megavolt ampere og launaflið, 43,4 megavolt ampere reaktív og raunaflið, 45 megavött. Og hérna er hotnið, 43,96 gráður. Síðan kemur næsta dæmi, 23. Við höfum bara eftir 3 dæmi, 23, 24 og 25. Að
Hér spurt hvert sýndar af þessa hraða sem hefur gefið spennu, straum og tíminn 60. En þegar tíminn ekkert allir þegar við erum að reikna út sýndaraflið við þurfum bara spennu og strauminn og svo bara rótina fremur, þá fáum við 500 kVA í sýndaraflið. Og raflar með 2 pólur hver málhraði. Og þá notum við formúluna og breyta 60 sinnum tíminn, 60 rið, bara muna fyrir að setja 60 en ekki 50 riðina og deilum við með 2 pólpörum sem að gefum á 1800 stundum á mínútu sem framleiðir 60 rið. Við álag gefur rafallinn 273 kW við 459 ampere. Hver afstöðin þá stundina? Allt leið, þú mátt fara. Já, bara rétt að renna yfir svörin. Tíminn búinn. Já, tíminn búinn. Og þá finnum við þetta út frá, það raunaflið hérna, 273 kW og straumurinn 499 ampere og reiknum út raunafstöðlinn. Þá setjum við það hérna P-ið deilt með rótina 3 og sinnum sinni og fáum að raunafstöðlinn 0,78. Nú, samkvæmt reglugerð, það má vera 5% hámarksfrávik á tíminn í lengri tíma. Að reikna efri og neðri mörk á snúningshraða afvélarinnar. Og þá finnum við út tíðnin ef hún 60 rið og þá finnum við út 5% fyrir neðan rétta tíðni, þá 0,95 sem 60 Hz, það 57 rið. Og hvað má fara upp fyrir í tíðni? Það 1,05 sinnum 60, það 5% yfir tíðni, það 63 Hz. Og þá notum við þessa tíðni, 57, við neðri mörkin og fáum að snúningshraðinn þá 1710 snúningar á mínútu en við efri mörkin þá erum við 63 rið og þá fáum við 1890 snúningar á mínútu. Já, síðan bara 2 dæmi eftir. Hér þriggja skipsrafali, hann verður 1500 kVA og spennan 220-380 volt, 50 rið. Hvernig á að tengja raflann ef hann á að skila 280 volt spennu? Þess að herri spennumerkingin, þá verður það að stjórna tengja raflann. Og hver snúningshraði raflans ef hann búinn 3 pólpörum? Við erum með 50 riða tíðni hérna, þannig að þá margum við 60 sinnum 50, deilt með 3 pólpörum. Þá erum við með 1000 snúningar. Hver málstraumur rafalans? Þá finnum við út frá spennunni og sýndaraflinu. Deilum með spennunni og rótina upp í sýndaraflið. Fáum út 2279 ampere. Og hve miklu afli skilar rafalinn út á net við fullt straumálag þegar afstöðuð ákvæmst 0,7. Raunaflið þá, segjum, vagnumdra allt saman, rótina 3 sinnum spennan, sinnum straumurinn, sinnum 380 volt, sinnum 2279 sinnum 0,7 og fáið 1050 kW. Hvert launarafalans við álagið að þá finnum við hornið, basshjólshornið fyrst, út frá raunafstöðu 0,7, 45,57 gráður. Tökum sínusinn á horninu og notum sínusinn á horninu til þess að margfalda strauminn og spenna og rótina fremur. Þá fáum við launaflið sem 1071 kVA reaktív. Við erum eftir þessu litla í launaflið. Þú út ykkur það litla
Það er til þess að merkja að þetta er kúð. Þetta er óvirkt afl, reaktív. Já. Kúð. Er það alltaf í launaflinu? Það er alltaf í launaflinu. Það er alltaf hérna í spektrumyndinni og kúið hérna, þá er alltaf reaktív. Óvirkt afl. Og við erum komin í 24 og þá erum við búin að finna á það. Launaflið og hver mikið ásafl. Nú þurfum við að nota nýtniformúluna. Hver mikið ásafl fær rafalinn við fulla lestun og raunstuð 1 ef nýtnin er 0,85 eða 85%. Þá erum við að nýtniformúluna sem sagt P út er sem sagt, við erum aðtöfa hvað er P út fyrst. Það er rótin af 3 sem U sem er kosfi. Það er rótin af 3 sem 388 spenna sem straumurinn 2279 og kosfi er 1. Þannig að út úr þessu fáum við 1500 kW sem er aflið út úr rafalanum. En hve mikið ásafl þarf að fá? Það þarf að vera meira heldur en rafalinn gefur frá sér. Þá segjum við, þá snúum við nýtniformúlunni þannig að við segjum P inn á rafalann þarf að vera P út deilt með nýtnistöðunum 0,85, það vera 1500 deilt með 0,85 og þá fáum við hærri tölu 1765 kW sem við þurfum að fá inn á rafalann. Æ, stopp! Hvað sér þau? Ég er að klára upptökuna. Það er eitt dæmi eftir. Ok? Getur þú komið að veist núna? Ég finnum það. Já, það var vantar. Ok. Það var síðast dæmi. Og það er hérna dæmi 25, er það ekki? Já, dæmi 25. Þriggjafersa skipsrafali. Hann er merktur 2 MW, 440 V og 60 V. Við höfum að reikna málstraum rafalans, hve mikið raunafl framleiðir hann við 3/4 straumlestun og hve mikið launafl rafalans með rafalagi B. Hve mikið sýndarafl er rafalan með rafalagi B og reikna fastvíð. Sem sagt, málstraumur rafalans, við vitum að hann er 2 MV í sýndarafli. Við deilum með spennu og rótina 3 og það er strauminn 2624 A. Síðan, hve mikið raunafl framleiðir rafalann? Hvað þýðir svona 3/4 straumlestun? Það þýðir sem sagt að hann er ekki með fullan straum. Okay. Þá deilum við bara með 4 og margmyndum með 3 í hámarksstraumin sem vorum að reikna út fyrst. Fyrst hve mikið raunaflið og hve mikið hámarksstraum getur það gefið. Við vitum það ekki, það er ekki gefið hérna. Við þurfum að reikna út hvað mikið hámarksstraum hann getur gefið fyrst út. Og eða þá að, við deilum með 4 og margmyndum með 3. Sem sagt, hérna hve mikið raunaflframleiðir hann við 3/4 straumlestun núna og raunaflstöðin 0,8. Og þá er það gert hérna strax að hér reiknaðum við út strauminn fyrst, heildarstrauminn, og svo tökum við hérna 3/4, sem sagt, finnum hvað er 3/4 af þessari tölu. Okay. Það er 0,75. Já. Deilum sem sagt 3 deilt með 4, þá fáum við svo tölu hérna 0,75. Og þá notum við bara þennan straum, því að við hefum ekki rafalann fulllestraðan. 1968 A, notum við þann straum. Þá reiknum við raunaflið, rótina 3 sem er spennan, 440 V, sem er 3/4 af heildarstraumnum, 1968 A, raunaflstöðin 0,8 og framleiðslan er 1200 kW eða 1,2 MW. Hvert er launafl rafalans með afleiðið?
Og þá finnum við fyrst hornið út frá reynstöðu 0,8 og tökum svo sínusinn af horninu, þá fáum við 0,6 sínusinn af horninu og notum það til þess að finna út launahlið Q. Þá marglátum við rótunarþremur sem spennuna og sinnum strauminn sem við vorum með og sinnum 0,6 sínusinn af horninu, þá fáum við 900 kVA reaktív launaafl. Síðan hvert sýndarafl rafalans miðað við álagið B og sýndaraflið sem sagt rótunarþremur sem spenna sinnum straumur. Þá það rótunarþremur sem 440 V spenna sinnum 1968 ampere og þá fáum við 1500 kVA eða 1,5 MVA. Síðan reikna fasvirkið miðað við lið B. Fasvirkshornið þá við notum 0,8 og það í rauninni bara 36,87 gráður. Við vorum búin að finna það út til áður. Þannig að þetta þá síðastu liðurinn í 25 og þetta öll þessi dæmi sem við þurfum að reikna fyrir þetta próf. Og þá stoppum við upptökum.